Svo förum við í annar Pétursbréfið, 3. kaflan. Þar segir frá 3. versi: Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum þarf aftur og aftur verið að tala boðskap sem á við síðustu daga. Þetta allt í Biblíunni. Þetta skulu þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar, stjórnast af eigin girndum og segja með spotti: Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurnir sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Menn eru þegar farnir að segja, ég heyri þetta stundum í dag: Æ, þið eru búin að predika svo lengi að Kristus sé að koma. Það hann ekki kominn. Ég er búin að heyra þetta allt með því, segja sumir. Alveg eins og var sagt á dögum Péturs. Menn eru leiðir á þessu boðskap. Þeir vildu bara fá að lifa lífinu og hafa það hugulegt þess að þau gætu. Þeir þurfa ekki þá Guði að halda. En það stendur þarna að þeir munu segja: Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Þetta koma Krists. Það stendur allt við það sama eins og frá upphafi. En Pétur útskýrir sjálfur í þessari sömu bók, í þessari sömu opnu í Biblíunni. Við getum skoðað það betur þegar við komum heim. Að það vegna langlindis eða langlundar geðs Guðs að hann ekki kominn þegar til að grípa inn í sögu heimsins. Hann vill að fleiri frelsist. Svo eru menn að kenna Guði allt böl í þessum heimi sem við mennirnir höfum skapað okkur sjálfur. Þarna áfram sem ég var að víkja að, þá segir í 10. versinni í 3. kafla 2. Pétursbréfs: En dagur drottins mun koma sem þjófur, einu sinni enn. Og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta kjarnorka, vinir, sem að þarna verið að lýsa, því það sko þegar atómin leysa sundur eða renna saman, að það gerist þegar atóm sprengt og kjarnorku sprengja. Það allt þetta fest þannig, hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni? Nei, ég vil ekki vera að skelfa ykkur með ykkur kjarnorku stríði eða stríðstali. Því að þegar Kristi kemur, og fyrir eða síðar, bara svo ég fari langt yfir stutt, í Óperunarbókinni talað að þegar Kristi kemur, þá tekur að fólk sitt í himins og það verður í 1000 ár. Það í lok þessara 1000 ára eða tímabils. Þá hreinsar hann jörðina með eldi. Það kjarnorkukraftur sem hér lýst. Jæja, þau höldum áfram. Í Predikaranum í 12. kafla segir í 13. versi: Vér skulum hlýða á niðurlafs orðið í því öllu, óttastu Guð og haltu hans boðorð, því að það á hver maður að gera. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm, sem haldun verður yfir öllu því sem unnið hvort sem það gott eða illt. Við fáum engu það ráðið hvað Guð gerir. Hann mun koma, hann mun dæma og hann kemur svo til að sækja fólkið sitt. Þá, allt það fólk sem hann hefur kosið Krist sem frelsara sinn. Í Jósúabók í 1. kafla sagt frá því þegar Jósúa tók við sem leiðtogi Ísraels manna. Móse var rétt dáinn og nú var Ísrael, þessar kannski 2 milljónir manna, hver veit, að halda inni fyrir heimna landi sem nú heitir Palestína í dag og Ísrael. Það segir þetta í 1. versi og áfram: Eftir andlát Móse, þjóns drottins, mælti drottin við Jósúa Núnsson, þjónustu mann Móse á þessa leið: Verð þú hughlaustur og öruggur, því að þú skalt skipta með þessa líðs landi, því ég sór ferðum þeirra að gefa þeim. Verð þú aðeins hughlaustur og harla öruggur að gæta þess að breyta eftir öllu lögmálinu, því Móse þjónn minn fyrir þig lagði. Vík eigi frá því, hvorki til hægri né vinstri, til þess að þér lánist vel allt sem þú tekur þér fyrir hendur.
eigi skal lögmálsbók þessi, það bara ritningarnar sem þá voru til komnar og allar síðari ritningar í Gamla og Nýja testamenti innihald þessa lögmáls drottins. Hann segir, eigi skal þessi lögmálsbók víkja á munni þínum, heldur skal þú hugleiða hana dag og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá munt þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta viturlega. Eigum við taka mark á þessu? Þetta Gamla testamentinu. En passið ykkur því að Kristur sem sagður vera söguhetja Nýja testamentisins, hann reyndar söguhetja allra Biblíunnar, hann tekur ekki síður sterkt til orða í Nýja testamentinu.